Hér mætir Mikki sjá, með mjóa kló á tá og mjúkan pels og merkisvip sem mektar bokkar pá. Ég ligg í leini þétt, við lágan runn og klett. Ef lykt ég finn hver lítil mús löngum illa sett. Ég kalla gagn með kló í músaskinni, þá kveð ég gef mér brauð úr tínu þinni. Ef mísla neitar mér og máski stimpast fer, heyr einn og tveir og þrír og þá með þögn hún étin Þá veiði för ég fer og frakkan rauða ber, hinn minni dýr mörk og fjall þá mega gá að sér. Þau skjálfa eins og urt, í ógn og flýja burt, því mörg á söfnum mína slægð þau munu hafa spurt. Ussi, mosa, músa, tif ég greini, sjá Marteinn kallinn læðist þar hjá steini. Hver hafi hljótt sig, en hérna fel ég mig, hið litla monna músar grey, nú mætti vara sig. Held ég mig að starfi því hnetum safna ber, 10 handa frænku og 20 handa mér, og af þeim ég 8, þá eru 12 að bjóða, hér að stubbi skiptum fyrir hunans köku góða. Ég skal segja ykkur að nú ég að koma frá honum Hérastubbakara og hjá honum keypti ég fína stóra tertu því hún amma mín að koma í heimsókn í dag. En nú vona ég bara að ég mæti ekki Mikka ref því hann hættulegur. Blessaður. Hvað varstu að segja það áðan? Áðan ég sagði bara góðan daginn, herra Mikki. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað ertu með í körfunni þinni? Körfunni, þetta bara svo kaka. Láttu mig fá hana. Nei, Mikki, þú færð hana ekki því hún amma mín, hún að koma í heimsókn í dag. Láttu mig fá kökuna, segi ég. Nei. Jæja, þá ét ég bæði þig og kökuna. Gætið ykkar viltar, gætið ykkar viltar, gætið ykkar. Þarna stendur veiðimaður á bak við trén. Hvar? Þarna. Þá að gera að fela sig. Já. Marteinn, Já. pældu því hjá mér. Já. Af hverju ertu að hlæja? Nú gabbaði ég þig heldur betur, heimski Mikki. Mig? Hér enginn veiðimaður. Enginn... Og hvað orðið af músinni? Horfin. Gersamlega horfin. Þetta skaltu fá borgað. Fannst ykkur ég ekki sniðugur? Þetta sniðugur. Nú, þarna koma fleiri.
sé ekki Lilli klifurmús. Honum skal ég ná. Ég fel mig hérna á meðan. Hér kemur Lilli mann klifurmús sem gæti verið í sérhvert hús. Regluleg söngva og músíkmús og meistara gítarsláttmús. Tralalala, tralalala, tralalala. Hjálpi mér, þarna sé ég skottið á refnum. Núna ég Lilli klifurmús. Lilli, ekki, Lilli, hættu þessu Lilli. Núna ég Lilli klifurmús. Hjálp! Mikki! Pakki! Til mín! Já, gerðu svo vel! Takk fyrir það! Lilli! Hættu þessu segja, komdu hérna! Komdu! Lilli! Nú hægur ég! Nei, stoppaðu Lilli! Farðu ekki við til þarna! Já, mikið það sorglegt að refir skuli ekki geta klifrað í trjá. Þegiðu, ég skal ná þér hótt síðarverði, býttu bara. Já, hvað heldur ég þurfa að bíða lengi eftir því, Mikki minn? Lengi? Já. Ég ætla að sitja hér. Nú? Þangað til þú dettur niður. Og ég þurfa að sitja hér í hálfa mánuð. Já, það nú langur tími. Iss, Lilli minn, ég hef nægan tíma. Já, þá ég nú að hugsa að búa til smá vísu, bara svona meðan ég býð. Já. Ég rauna kvæði ref eitt sem hér býr. Æ, Mikki. Já, hvað? Ertu nokkuð þarna ennþá? Lilli minn, komdu niður og vilt endilega að tala við mig. Já, ég þarf alveg nauðsynlega að spjalla við þig, sko. Já. Ég var að spekku. Jæja, Lilli, nú nægir þér. Mikki, já, sestu, leggstu á 4 fætur. Já, þakka ég kærlega fyrir. Það var ekkert. Lilli! Nei, veistu það, Mikki, ég held að ég kunni bara alltaf betur við mig hérna uppi, sko. Ég ætlaði nú bara að spyrja þig daldið. Og hvað var það? Já, ég ætlaði bara að spyrja þig hvort ég væri nokkuð á mótiskapi. Já. En ég raulaði svona daldið á meðan við bíðum. Nei. Ha? Lilli minn. Já. Syngdu bara, ég hef bara gaman að því. Hvað er þetta? Já. Segja. Þetta segi ég ásettur á því. Því þegar hann byrjar að syngja, þá geta hann glemt sér og dottið niður. Lilli minn! Já, Mikki. Syngdu bara! Ha? Á ég hvað? Syngdu bara! Nú, jæja. Já. Það er nú ekkert víst að þið finnist vísurnar neitt skemmtilega, sko. Nú, því ekki það! Æ, þær eru daldið sorglegar. Já. Sérstaklega fyrir refi. Lilli! Ég rauna kvæði ref eitt sem hér býr. Í græðgi vill hann gleypa hinn góðu skógardýr. Já, þetta sorgar söngur víst, því sagan illa fer. Því hæfal afatir rúllan ræ og verstur endir Einn dag hann var á veiðum, hvar voru músahús. Þá rak hann gular glyrnur í gráa litla mús. Ég tek þig, sagði tæfan þá, upp trjából músin rann. Hæfal fatti rúllan ræ, hún fylsni örugt fann. Þá varð hann súr á svipinn og sagði gott hjá þér. En bíddu bara góða, ég bíða skal þín hér. Svo tautar hann við sjálfan sig, þú síðsta leikinn átt. Hæfal fatti rúllan ræ, hún brölti niður brátt. En Mikki mátti bíða og músin engu kveið. Þú heyra skalt hvað skeði hjá skrögg vikan leið. Þá hungrið alveg ærðan og enga veitti ró. Hæfal fatti rúllan ræ, hann datt koll og dó. Lilli! Já! Datt koll og dó. Já, Mikki minn! Já,
fannst þér þetta nú ekki skemmtilegt kvæði, Mikki? Skemmtilegt? Já. Veistu að þetta var það mesta bull sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Nú, jæja, þá hefur þú nú ekki mikið vit af skáldskap. Minn, ég skil allt sem ég kæri mig að skilja. Jæja. Og nú borða ég þig bráðum upp til agnar. Jæja, kúturinn ertu svona voða svangur. Já, ég er Þá skal ég nú bara gefa þér hérna daldið svona rétt á meðan þú býður. Nú hendi ég í hann köngli. Lilli. Gjör svo vel. Nú hættur þessu, Lilli. Já, eða hvað? Nú hættur þessu bara, Já, eða hvað? eða hérna, ekkert. Vá! Já, passaðu á því. Jáhá. Heyrðu, Mikki. Já, hvað? Nú ætla ég að syngja aðra vísu fyrir þig sem hún mamma mín kendi mér þegar ég var lítill. Já, þetta er bara að breytast í tónleika, svei mér þá. Já, ef til vill fellur hún ég betur en kvæðið sem ég söng fyrir þig áðan. Já, Lilli minn, alveg ábyggilega. Og veistu það, Mikki, Já, að þessi vísa, já. hún er... Lögguvísa! Lögguvísa! Nei, Mikki, ekki lögguvísa, Nú? vögguvísa. Já, hvernig læt ég? Dvel ég í draumahöll og dagana lofa, litlar mýs löndin öll, liggja nú og sofa. Sígur ró á Djúpódal, dýr til hvílu ganga, einnig sofna skolli skal, með skottið undir vanga. Fannst þér þetta ekki falleg vísa, Mikki minn? Jó, Lilli minn, hún var bara alls ekki sem slæmst. Á ég kannski að syngja hana fyrir þig aftur? Já, þú getur ekki alveg gert það fyrst þú endilega vilt. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa, litlar mýs löndin öll, liggja nú og sofa. Sígur ró á Djúpódal, dýr til hvílu ganga, einnig sofna skolli skal, með skottið undir vanga. Á ég að syngja meira fyrir þér efur? Hvað? Er Mikki sofnaður? Það datt mér í hug. Núna megum við alls ekki hafa hátt, svo refurinn vakni ekki. Mamma. Best að lauma sér hérna fram hjá Mikka. Upp á því. Svona, laumum okkur hérna. Já, svona, rúlla bara, Júlia. Mamma er hjá þér. Já, svona. Þess, bæ, krakkar, bæ. Lilli! Peppa mamma, ábæði, pípa, mamma, Lilli! 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 Lilli minn! Það var ágætis vísa sem átt að syngja að þaðan. Ég væri gjarnan til að heyra hann aftur. Lilli! Lilli minn! Látt ekki eins og þú sért ekki þarna. Ég sé þig vel. Er hann farinn? Músaræksnið lét mig sofna. Jæja. Þá fer ég bara
til Hérastubbs bakara og borða allar kökunar af. Halló, komið sæl. Já, þetta sko bara ég sko. Lilli Klifumús hérna. Jæja, nú held ég hann Mikki hljóta að vera farinn. Jú, það stemmir, hann farinn. Já, sumir segja refið séu svo afskaplega sniðugir, en það finnst mér nú ekki, að minnsta kosti ekki hann Mikki. En nú nenni ég ekki að tala lengur hann Mikka, nú ætla ég að spila og syngja dálítið fyrir ykkur. Vitið það, ég hef samið þetta lag alveg algjörlega sjálfur og það Hérastubb bakara og hlustuðu nú. Í stuði! Hinn fræga Hérastubb helgast þessar stökur. Hann á brauðabakari og bakar hverja stund í því. Kostar góðar kökur, ótal kökur eru til í því nægta búri. Ein stór og önnur smá, allar skreyttar til að sjá. Rjóma og rósa flúri. Vínarbrauðin volg þar fást, vöflur hringir snúðar, hveitibrauð og haldabrauð, hverabrauðin seint og rauð og piparkökur brúðar. Hérastubbur hefur og hundangsbrauð með kremi, í bakaríi bakarans, í brauðagerðarlistum hans, vildi ég vera nemi. Verði bless! Bakadengur, þarna! Já, bakarmeistari, ég hér. Já, gott. Já, sko, í dag átt þú að baka piparkökur meðan ég verð í búðinni og afgreiði brauð. Hæ? Já. Á ég að baka piparkökur? Já. Þá er þú að sýna mér hvernig ég á að gera það. Já. Því ég hef aldrei áður bakað piparkökur. Nei, þú átt að læra það. Já, sko, það er engin vandi að baka piparkökur því að við eigum okkar eigin piparkökusöng. Já, og ef þú lærir hann og gerir allt eins og segir í piparkökusöngnum, þá verða úr því piparkökur. Og hvernig er svo þessi söngur? Já, hvernig er hann? Já, hann er svona og hlusta nú mjög vel. Þegar piparkökur bakast, kökugerðarmaður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið, en það næsta sem hann gjörir að hræra kíló sykur saman við það heillinni mín. Já. Þegar öllu þessar lokið hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveitis hrærist og í potti vel. Síðan á að setja í þetta eina litla teskeið pipar. Svo þá að hnoða deigið, breiða það svo út á fjall. Já, svona er nú það. Já, svo fletur deigið út eins og pönnukökur. Svo fletur deigið út eins og pönnukökur. Já, svo gerur litla kalla og kettlingar úr deiginu. Svo gerur litla kalla og kettlingar úr deiginu. Já, leggur svo kökurnar á plötuna. Já, og bakar þær svo í ofninum. Baka þær svo í ofninum? Já, alveg rétt. Alveg rétt? Já, og byrjaðu nú. Já, og byrjaðu nú. Já, byrjaðu nú. Já, badabadú. Byrjaðu þá. Já, ég á að byrja. Já, þú, Já, sjá, það engin vandi að baka piparkökur ef mann kunna piparkökusönginn. Þegar piparkökur bakast, kökugerðarmaður
maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið en það næsta sem hann gjörir að hræra teskeið sykur saman við það heillin mín. Var það ekki áreiðanlega teskeið? Jú, það var áreiðanlega teskeið. Þegar öllu þess lokið hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveitis hrærist og í potti vel. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Svo þá að hnoða deigið. Breiða það svo út á Úff, þetta var vont. Svo legg ég deigið á fjöl, svona, og fleta út eins og pönnuköku, svona, svo bý ég til litla kalla og kettlingar úr deiginu, kall, kettling, kall, kettling, kall, kettling, kall, svona, svo raða þeim svona á plötuna og svo baka ég þær í ofninum. Heitt. Svona. Svo bakast þetta bara sjálfu sér og ég get bara sest niður og þarf ekki að gera meir. Góðan dag, hérastubbubakari. Góðan dag, bangsamamma. Hvað get ég gert fyrir þig? Jú, ég ætla að fá 2 velböku brauð, þakka þið fyrir. Já. Gjörðu svo vel. Hér koma 2 velböku brauð. Ó, þakka þið fyrir, hérastubbubakari. Já. Og hvað var þetta svo mikið? Þetta, 2,85 krónur. 2,85 krónur? Já, finnst það mikið? Já, þetta er búið að kosta þetta mjög lengi, alveg síðan 1962, minnir mig, já. Nú, jæja, þá 2 krónur, Já. 80 Já. og 5 aurar. Já, þakka þér kærlega fyrir bangsamamma. Þakka þér fyrir sjálfur, hérastubbubakari. Og svo hér smákaka í kaupbæti handa bangsa litla. Alveg ókeypis. Þakka þér fyrir, hérastubbur. Já. Þú ert alltaf svo góð. Já, ég veit það. Vertu blessaður og sæll. Já, bless bangsamamma mín og ég bið að heilsa honum bangsapappa. Já, þakka þér fyrir, ég skal skila því. Já, bless. Blessaður og sæll. Jæja, bakadrengur, hvernig gengur svo með piparkökurnar? Jú, bakaramistari, Já, nú eru þær bráðum fullbaka já, já, Þar, ljómandi, fullbakaðar, já. 32 gómsætar piparkökur. Passaði, það er heitt, Passaði, þetta er mjög heitt. Já, passaði, já, maður sjá. Já, á. Ég var búinn að segja að þetta væri heitt. Já, Robin að brakka eina. Já. Hvað í ósköpunum hefur þið gert? Drengur. Ég gerði bara eins og bakaramistari sagði mér að gera. Nei, það hefur bara alls ekki gert. Látum okkur sjá. Já. Þetta er bara... Er þetta gott? Má ég sjá?
Já, ég vissi það. Já, þetta dálítið skrítið bragð. Já, það víst alveg óvægt að segja það. Segðu mér hvernig hún fórst að. Þegar piparkökur bakast, kökugerðar maður tekur, fyrst af öllu steikar pottinn og 1 kíló margarín. Bræðið yfir eldi smjörið, en það næsta sem hann gjörir að hræra teskeið sykur saman við það heillin mín. Ég sagði kíló af sykri. Já, veistu, mér fannst þetta dálítið skrítið. Já, fannst það já. Já, áfram með þig. Já. Þegar öllu þess lokið, hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveiti, hrærist og í potti vel. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar, svo þá að hnoða deigið, breiða það svo út á fjöl. Hvað sagðirðu? Aðeins bara Hamingjan hjálpi mér. Ég hef aldrei heyrt annar eins heilt kíló af pipar. Já, hvað? Þetta ekki líka piparkökur? Ég sagði 1 teskeið af pipar. Nú, Já. nú það bara 1 teskeið. Já, og þú settir heilt kíló. Já, þess vegna var ég alltaf að hnerra. Nú eru allar kökurnar ónýtar. Það? Já, hendi þeim bara út á sorphaug. Æ, það væri synd. Já, en þær allar ónýtar. Getum við ekki geymt þær hérna? Nei, Eftir því þá kemur einhver sem finnst góðar svona piparkökur. engum finnst góðar svona piparkökur. Já, það er nú ekki ómögulegt. Heldur það? Já. Nú, ég geymdi það þá. Já, og svo skalt þú vera í búðinni og afgreiða brauð meðan ég baka piparkökur eins og piparkökur eiga að vera. Hvað? Ég get vel bakað piparkökur. Nei, nú er sko nóg komið að þínum piparkökum. Já, svona, drifið þig. Já. Þegar piparkökur bak, gerðar maður tekur fyrst af öllu að segja potti. Á! Hamingjan hjálpi mér. Nú andast málið. Bakarameistari! Já. Bakarameistari! Já. Ég sá refinn út í skóginum. Sástu refinn? Já. Nú var það ekki. Sástu refinn? Já, og ég held að sjá leiðinni hingað. Ó, svei! Og mér sýndist hann ekkert blíður á svipinn. Nei, hann er það nú sjaldnast. Nú borðar hann áreiðanlega allt sem við eigum. Bakarameistari! Já. Mér dettur ráð í hug. Já, hvað það? Við felum bara allt sem til að brauði og góðum kökum. Já. Setjum svo bara ofpipruðu kökunar á búðaborðið. Já. Svo kemur refurinn, tekur þær allar, swing, og þá erum við lausir við þær. Já. Svo kemur refurinn, tekur þær allar, swing, og þá erum við lausir við þær. Já, þetta er ágætt ráð. Já, þú lítur ekki út fyrir að vera eins vitlaus og þú ert. Nei, ég veit það. Já, drífum okkur. Já, þú kann taka þetta.
Góðan daginn, Já. herra Refur. Ég ætla að fá allar þessar kökur. Allar, já, hvað margar, herra Mikki? Allar! Allar, já, það verða 3 krónur og 10 aura. Bull, ég borg ekkert. Nú, ef þú borgar ekki, það færi heldur enga kökur. Jæja, ef þú lætur mig ekki hafa kökurnar og það strax, þá get ég þig í staðinu. Það skal heldur bara taka kökurnar. Já. En það get ég sagt þér að þetta kalla ég barasta að stela. Mér er sama hvað þú kallar það. Já. Ná, komdu með póka. Póka? Já. Ha? Já. Ha, ég? Já. Já. Hvers slags eiturbras er þetta eiginlega? Þetta er bara góðar og sætar og nýbakaðar piparkökur. Annan eins viðbjóð hef ég aldrei á ævinni bragðað. Það getur bara ekki verið, ég var að baka þær. Já, það bakaði eftir mig, já. Það hérna er bara ekki sama hver borðar þær. Hvað áttu við? Já, sko, hann afi minn, hann var mjög vitur. Já, hann sagði alltaf að þær piparkökur sem eru stolnar væru vondar á bragðið. Já, en þær piparkökur sem eru keyptar á heiðarlegan hátt, þær væru sætar og góðar. Afi þinn var rugludallur. Já, hann hafði nú oftast rétt fyrir sér. Þetta er bara bullum, súr og sætu kökurnar. Ég er nú ekkert svo viss um það. Ekki þannig? Nei. Jæja, það get ég sannað og það strax. Hvernig þá? Nú skulum við kaupa eina köku og sjá hvað setur. Já. Geturðu 10 aurar? Já. Ég ætla að fá eina köku fyrir hann. Já, eina köku, já. Bíddu, já. Já. Hér er ein sem kostar akkúrat 10 aura. Já. Ha? Þetta er dálítið skrítið. Já, var hún eins vond á bragðið? Nei, hún var þannig ekki, hún var sæt og góð. Já, ég veit það. Sko, hann afi minn... Hættaðu ruglum hann afa þín. Já. Hérastufur. Já. Ég kaupi heldur kökurnar. Ég er bara ekki með pening á mér í augnablikinu. Ég þarf að skjótast heim og sækja peninga. Já. Ég geymi pókan þarna á meðan. Já. Á! Þarna lékum við á hann. Já, það gerðum við. Já, allt var það ofpipruðu kökunum þínum að þakka. Já, fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð slæmt. Já. Ha? Já. Nú skulum við drífa okkur. Já. Nú skaltu taka allar vondu kökurnar. Já. Og fela þær langt onni í skúffu. Já. Og svo eru hérna nýbakaðar og gómsætar kökur sem að ég bakaði sjálfur. Hvað, er þetta ekkert heitt? Á, ég var alveg búinn að gleyma því. Já. Og svo skulum við setja þær á sama stað aftur. Já. Ég skil hvað átt við, meistari. Já. Þarna kemur hann. Hérastufur. Já. Hvað sagður að kökurnar kostuðu? Á mamma henni þetta veski? Nei, ég? Já, kökurnar, það kosti bara hérna 3 krónur 10 aura. 3 krónur og 10 aura? Já, veist það mikið? Nei, 3 krónur og 10 aura? Já. Gjör svo vel. Já. En fyrst ætla ég að bragða eina. Já. Og ef hún er enn eins vond, Já. þá skaltu eiga mig á fæti.
Nei, það getur ekki verið! Það getur ekki verið! Tækið þig! Smá grín hjá mér. Að þú kannski ekki voga þér að halda því fram að ég borg ekki fyrir mig. Á! Já, þetta fór nú sannarlega betur en á horfist. Þetta fór nákvæmlega eins og átt að fara. Já, veistu það, bakareikur? Við erum svo sniðugir. Við erum sniðugri en nokkur annar. Já, hurra! Hurra! Þetta er nú meira rokið. Ég verð að halda mér eins fast og ég get, svo ég fjúki ekki niður. Nei, amma mús. Þegar litla músin úti hún má alltaf vera að gá að sér. Þarna margur þrællinn fer á kreik sem að fæði kvöldmat gyrnilega músasteik. Kannski fær hann mig, kannski fær hann þig, kannski fær hann tralallalei. Gömul ugla gáir niður úr tré, hvaða góðmeti að fá þar sé. Hana grunar gjarnan hver það sem að gengur hjá með reglífina yfir sér. Kannski sér hún mig, kannski sér hún þig, kannski sér hún tralallalei. Nammi, þarna kemur reyndar indælis músasteik, alveg mátulega stóran af mér. Heyrði, ég býð bara þangað til að hún kemur nær. Skárri það nú veðurofsinn. Ég kemst vall úr sporunum, vindurinn hvín og blæsir eyrun á mér. Æ, hver liggur þarna í leyni? Ó, hamingjan hjálpi mér. Það er hann Patti, broddgöld. Og nú kem ég og ég næ þér, amma mús. Já, seg, nú flýg ég bara upp í loftið á reglífinni. Hvar ertu? Það er óskupinu varð af henni. En ég skil þetta nú ekki, hún bara hvarfast í einu. Þetta er undarlegt. Góðan daginn, Patti. Á reglíf ég líf upp í loftin blá. Ég lyftist og sveiflast að til og frá. Og fuglarnir syngja en hátt ég hlæ. Húrra, húrra, ég svíf fyrir blæ. Húrra, húrra, ég svíf fyrir blæ. En broddgöltin rak á í rogastans. Reyndist ég sloppin úr greipum hans. Hann nærri var farinn að narta í mig. Ó nei, nú lék ég á þig. Ó nei, nú lék ég á þig. En lækka ég má bráðum flugið mitt. Því Marteinn þar stendur við húsið sitt. Nú veifar hann hlæjandi og heilsar mér. Hæ hó, ég lendi hjá þér. Hæ hó, ég lendi hjá þér. Elsku drengurinn minn. Komdu sæl, hafi mín, mikið er ég glaður að sjá þig. Já, sömuleiðis. En veistu, Marteinn, nú
munaði mjög og ég væri bara hreinlega étin. Já, veistu, ótætisrefurinn hefur verið á ferðinni. Ég er sammála þessu með refinn, hann er slæmur. En reyndar var það nú ekki hann í þetta sinn. Nú? Nei, það var hann Patti Broggöldur sem hann næri búinn að klófesta mig. Sveiði. En við skulum nú ekki tala meira það. Hei. Við skulum heldur tala eitthvað skemmtilegt. Já, heyrðu, jæja, mamma mín. Já. Nú fær þú þinn kaffisopa. Ekki veitir mér af eftir flugferðina. Já, og kaffi er nú líka bara það albesta sem ég fæ. Já, svona. Já, svo vel. En sá indæli sopi. Já, þetta er ósvikið baunakaffi. Ég heyrðu, fann jæja. það. Gjörðu svo vel. En svo dýrindis kaka sem þú átt. Já. Bakaður hana kannski sjálfur, Marteinn? Já, ég bakaði hann alveg sjálfur. Nei, ég keypti hann hjá Hérastu bakara, en hún er samt mjög góð. Já, hún er það. Skófla svo bríði. Nei, nú er ég bara alveg búin að fá nóg. Ha? Já, þú skalt bara geyma það sem eftir er handónum vini þínum og honum lilla klifumús. Finnst þið að gera það? Já, mér finnst það. Hann verður áreiðanlega feginn. Já, það verður það. Já. Æ, en Marteinn minn, þú ert eitthvað svo áhyggjufullur á svipinn. Já, ég veit það, veistu, ég get ekki að gert. Ég get ekki annað en hugsað það hvað það væri gott að búa hérna í skóginum ef allir gætu verið vinir og stóru dýrin gætu látið litlu dýrin í friði. Já, en það verður nú aldrei, skal ég segja þér. Nei, stóru dýrin hafa yfirhöndina og við þessi minni, við verðum bara að bjarga okkur eins og best við getum. Já, sjáðu nú til dæmis Bánsapappa og fjölskylduna hans. Þau eru stór, þau eru stærst og sterkust af öllum hér í skóginum, en þau láta okkur þó í friði. Hann Bánsapappi, hann er góður. Já, ég held að sé eitthvað gott á það. Ef allir gætur bara verið í skóður á hann Bánsapappi, þá gætu stóru dýrin hjálpa litlu dýrunum og litlu dýrin gætu hjálpa stóru dýrunum. Því að litlu dýrin þau geta margt sem stóru dýrin geta ekki. Veistu það, amma? Ég ætla að fara til hans Bánsapappa og tala þetta við hann. Þú ert vitur, lítil mús. Já. Og þér dettur bara margt gott í hug. Já. Já, en nú þarf ég að fara að hugsa til heimferðar. Nei. Jú, ég þarf að fara svo óskaplega snemma í háttinn í kvöld. Já, svo ég geti farið alveg óskaplega snemma á fætur í fyrramálið. Já, blessaður, elsku drengurinn. Þakka fyrir komuna. Já, þakka fyrir kaffið og kökuna. Marteinn, ég er alltaf með regnhlífina, en þá sér ekki uglan hver gengur undir henni. Blessaður. Vertu blessuð, amma mín. Blessaður. Finnst ykkur ekki líka að ég ætti að fara til Bánsapappa? Mér haldið ekki allt yrði miklu betra hérna í skóginum ef allir væru vinir og hjálpuðu ykkur öðrum. Já, það held ég líka. Góðan dag, Marteinn! Hver er þetta? Það er bara ég, vinurinn, Lilli Klifumús. Nei, ert þetta bara þú, Lilli? Já, heyrðu, ég satt áðan heima hjá mér og þá datt mér í hug að góðu vinur minn Marteinn sæti sjálfsagt heima hjá sér. Og þá datt mér í hug og þætti bara hundfúlt og leiðilegt að sitja aleinn heima hjá sér. Og þá hugsaði ég með sjálfum mér. Ég er alltaf að fara til Marteins og syngja og spila fyrir hann nýja lagið mitt, svo verður þetta aldrei glaður, hugsaði ég. Heyrðu, Lilli, það verður skemmtilegt. Já, heyrðu, þá er best ég vindi mér í nýja kvæðið. Veistu, Marteinn, þetta er ágætiskvæði og það er sjálfan mig. Já, það verður gaman að heyra það. Heldurðu það ekki? Já. Hlustaðu nú. Ein mús er best af öllum og músin það er ég. Í heimi mús er engin slík hetja stórkostleg. Ég geng allan daginn á gítarinn minn slæ. En söngi mig á stundum þá syng ég bara og hlæ. Dúddelíjan dæ. Er hnetum aðrir safna í hólur sínar inn. Ég labba út hagan og leika á gítarinn. Ég vini á svo marga í viði tóft og bæ. Sem gleðjast ég nálgast og gisting hjá þeim bæ. Dúddelíjan dæ. Í veislur mér boðið, ég vitja þeirri röð. Því selja vil ég magan og syngja og vera glöð. Svo gaman að lifa, ég glaðst við lítið fæ. Já, aðrir geta stritað, ég aðeins syng og hlæ. Dúddelíjan dæ.
Já, hvernig féll þér það nú? Ég veit það ekki, Lilli. Já, það nú skemmtilegt. Já, þetta var skemmtilegt. Já. Þetta ekki kvæðið sem hvetur mann til að hugsa í dag skulum við vera duglegir og safna mörgum hnetum og svona. Marteinn, hvað mitt á heldur ekki að gera það? Hvað mitt á að vera svona hátíða og veislukvæði, svona partíkvæði? Já. Heyrðu, hvað varst þú annars að segja við sjálfan þegar ég kom á hann? Áðan? Já. Heyrðu, já, Lilli, sko, ég var að tala refinn og ég var svona að veltaði fyrir mér hvað við ættum að gera við hann. Við bara leikum á hann, Marteinn, við leikum á hann. Lilli, Já. það ekkert víst að það sé alltaf hægt. Nú? Nei, veistu að núna bara seinast í dag, þá reyndi Patti Broddgöldur að borða hana hömmu. Hæ, borða hvað? Hömmu? Ömmu mús? Já. Nú, það sem sagt heimsóknardagurinn hennar ömmu í dag. Já. En heppilegt. Heppilegt. Og þið hefur náttúrulega borðað köku og svona. Já, við gerðum það. Og lukkuðu við hana? Nei, Hæ? nei, Lilli, það eru 4 sneiðar eftir. 4? Amma sagði ég ætti að geyma þetta handa þér. Sáum það? Hún sagði það, já. Já, hún amma henn afskaplega velgerð mús, það verður nú bara að segjast. Já, svona, borða þetta, Lilli mín. Ekki átti ég nú von á því að lenda í veislu í dag. Nei. Jæja, Marteinn minn, og segðu mér nú hvað þú hefur hugsaðir að gera við refinn. Já, sko, Lilli, ég hef skrifað lög það hvernig dýrin í skóginum eigi að haga sér. Það líka hvernig ég á að hafa mig. Já, bara öll dýrin. Hlustaðu á þetta. Já. Sko, fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Mikið opbóðslegt og gott. Finnst þér það þakkaði fyrir það, Lilli minn? Önnu grein. Já. Ekkert dýr má borða annað dýr. Já, þetta ætti mikið regur að heyra. Jæja. Já. Hörðu, Já. 3. grein. Já. Sá sem latur og nennir ekki að afla sér matar, má ekki taka mat frá öðrum. Hvað segir, má hann ekki hvað? Það má ekki taka mat frá öðrum. Býtu, hvað á hann þá að taka mat? Lilli minn, ekki frá neinum. Nú? Nei, þetta eru lögin. Heyrðu, Marteinn, viltu lofa mér að líta aðeins á þetta hjá þér, sko? Veistu, númer 1 og 2 er mjög gott. Takk. Og mér ætti samt að sleppa þessu 3. Nei, Lilli minn, nei. Svo 3. grein er mjög áríðan. Nú, Já. heyrðu, Marteinn. Sko, ég var að segja mig ekki taka mat, Já. en að þiggja mat. Það má. Þykja mat. Já. Hann má það. Segjum það. Segjum það. Heyrðu, Já. hver á hann að ákveða þetta verði lög? Bangsapappi ákveði það. Ég ætla að fara til hans á morgun. Mikið óbóðst er alltaf gaman að koma til bangsapappa. Já, býtu, hefur þú komið til hans? Nei, en ég get vel komið með þér á morgun. Veistu það, Lilli, það væri nefnilega mjög gott að þú kæmið með mér. Segjum það þá. Segjum það. Heyrðu, Já. þakka þér hjartanlega fyrir kökunum, Marteinn minn. ég, Lilli. Nú erum búin, þá verð ég að fara heim. Bless. Heyrðu, Lilli, þú kemur þá hingað snemma í fyrramáli og á morgun verður merkistagur. Þarna ertu, þakkaði fyrir vinur. Já, blessaður. Skulum sjá. Já. Í dag er mánudagur og í dag þvæ ég stórþvott. Já. Ég skal hjálpa þér, mamma. Ég skal safna saman tauginu í hrúu fyrir þig. Það er indælt, elskan mín. Þannig að ég er nú bara í vatn. Þá getur steikt með kottning svo meðan. Jó. Já. Nú veit ég. Hvað? Ég ætla að fela mig hérna í hrúinu og þá skilur bánsmamma ekkert hvað orðið er að mér. Já, auðvitað. Hó.
Og já, hér kem ég nú með vatnið. Já. Svona. Jæja. Nó, það aldeilis hrúan á þvotti sem ég þarf að þvo í dag. Ha. Já, hérna hér, ég verð nú bara þessu fram á jólum svei mér þá. Já, hérna hér, upp og sí. Já, það held ég nú bara. Halló, halló, hvað ykkur þarna? Já, ég. Þetta þú, Bangsi litli? Þetta áttur ekki að gera, mamma. Já, en elsku hjartansvinur minn, ég vissi ekki að þú væri þarna undir hrúinni. Já, ég var það. Já, ég sé það núna. Heyrðu mig. Úr því þú ert nú komin hann upp í stampinn. Á ég þá ekki bara að baða þig núna, ha? Þá losnar við að fara í bað á laugardaginn. Allt í lagi. Já. Baða litla bangsamann með blauta sápu mamma kann. Hann skal nú fá hreinan feld, hvað sem verður seinni kveld. Hörðar skján á njám á þér og hálsinn kolasvartur Undrunar mér alveg fær, hvað eru skitnar tær. Betur skal ég Bangsi minn, bursta á þér nefbrotin, einnig á í eyra þitt, elsku krúttið mitt. Busla, Bangsi mann í balanum, hann við sig kann, nú svona ekki neitt á okkar landi hreinn. Þetta nóg, mamma. Já, elskan, þetta alveg nóg. Nú þurrka litla Bangsa kunna. Anna, ó, mikið ertu nú orðin fallegur. Jæja, svona, nú máttu fara að leika þér. Nei, þarna íkornapartin komin. Bless þá. Já, ertu bless, elskan mín. Góðan dag, Bangsamamma. Góðan dag, Bangsamamma. Þið hér, góðan dag. Við hérna, sko. Hérna hér. Heyrðu, okkur langaði aðeins til að tala við hann Bangsapappa. Já, við hefum mjög brýnt erindi við Bangsapappa. Já, hann situr nú þarna og lúrir í stólnum sínum blessaði. Já, vekið hann bara. Við gerum það. Já. Góðan dag, Bangsapappi! Halló! Já, góðan daginn! Já, hver er það? Við sögum bara góðan daginn. Þetta bara Marteinn Skómus hérna. Já, Lilli Klifurmús. Tók Lilla með mér. Blessaður. Heyrðu, okkur langaði til að spjalla dálítið við þig. Einmitt, og hvað er það sem þið viljið spjalla um? Já, Marteini hérna, þessum Marteini hefur dottið dálítið merkilegt í hug. Hann á eftir að ná langt þessi strákur, sko. Ég er alveg viss um það, sko. Já, nei, ég er bara verið að hugsa það undanfarið. Að í þessum yndislega skógi okkar, þá ætti dýrunum ekki að leyfast það að vera að borða hvert annað. Gera þið það? Já, þau gera, já, sum. Og refurinn er þeirra vestur. Já, veistu, það hefur hann líka alltaf verið. Ég man þá tíð þér í þessum skógi. Já. Nei. Lilla minn. Það var rétt úr þér. Ég get það ekki. Ég skal bjarga þessu við. Sjökkit. Hörðu, hvað varst að segja refinn? Ég var bara að velta því fyrir mér. Af hverju getur Mikki ekki safnað hnetum og séð sér fyrir fæði eins og við hinn verðum að gera? Já. Gerir hann það ekki? Nei, hann bara étur þann sem fyrstu verður að vegans. Og ef þessu heldur svona áfram, þá verða bara brátt ekki fleiri mýs eftir hér í skóginum. Æ, það væri nú sorglegt. Já, það væri mjög sorglegt. Frekar, já. En ykkur tvo hefur það þó ekki étið. Nei, hann er ekki því. Nei. En refurinn átt afa minn. Já, og refur átt líka frænda minn og hann hét Jens. Jens? Já, og uglan átt frænku mína, hún héti Jóhanna. Já. Já, og núna bara seinast í gær, þá reyndi Patti Broddgöltur að borða það gömlu góðu hömmuna mína. Hvað ert að segja? Já. Þetta er ljótt að heyra. Já, mjög ljótt. Mjög, en við Lilli höfum samið lög. Ó, já. Og eftir þeim lögum ætti öllum að vera óhætt hér í skóginum. Já. Þetta líst mér ljómandi vel á. Er það ekki? Sjáðu, hér er svona fundarboð.
Já. Já, hvernig ganga svo samræðina? Bara svona. Já, við Marteinn vorum að ákveða það að kalla öll dýrin í skóginum saman til fundar á morgun. Já, þetta verður mikil samkoma. Já, við öll að hittast við stóra eikartréð og samþykkja þar áríðandi lög frið á milli dýrana. Já, það líst mér vel á. Heyrðu, Bangsamamma. Já. Sko, ég veit þú trúir því valla hvað ég var ótrúlega vitlaus í morgun. Nei, varstu það? Já, sko ég gleymd alveg að borða áður en ég fór að heiman, sko. Ó, varstu svona hræðilega vitlaus? Já. Já, en þá hlýtur að vera alveg óskaplega svangur. Já, það hlýtur að vera. Má ég kannski bjóða þér hunangskökur? Já, það kemur sér afskaplega vel. Jæja. Já, alltaf nú jafn skemmtilegt að koma til ykkar, Bangsamamma. Alveg frábært að koma til ykkar. Meiri háttar, sko. Já, komdu bara, Marteinn. Já. Öll dýrin í skóginum eiga að mæta við stóra eikartréð við sólaruppbrás á morgun, Bangsa pabbi. Bangsa pabbi. Herðu, já. Svona, hérna. Já, þetta mjög áríðandi fundur. Já, mjög áríðandi. Kæru góðu vinir, skógurinn okkar ágætur skógur. Hér getur okkur öllum liðið vel, bæði stórum og smáum, ef við bara búum í friði og erum góð hvert við annar. Já, það satt, Bangsapabbi. Hér getur okkur öllum liðið vel. En því miður þá ekki allt eins og á að vera. Nei. Vestlingslitlu mýsnar, þær þora ekki út úr húsi ef ótta við það að verða étnar upp til agna. Það ekki satt. Ekki það, nei. Og hvað veist þú það, Mikki refur? Ýmislegt. Jæja, komdu þó og segðu mig frá því. Ég þarf að tala svolítið við þig. Ég var að frétta nokkuð ljótt þig. Nei. Já, ég frétti það að þú hefðir læðist á eftir Marteini skógarmús og reynt að éta hann. Já, þú. Nei. Jú. Það var alveg öfugt. Öfugt? Það var hann Marteinn hræðilegi sem læddist á eftir mér og reyndi að éta mig. Marteinn, þú! Skammastu því. Marteinn! Refurinn lýgur. Refurinn lýgur. Ég satt sjálfur upp í tré og horfði á Mikka hlaupa á eftir Marteini til að éta hann. Og núna bara seinast í gær þá reyndi Patti Broddgöldur að borða hana gömlu góðu ömmuna mín. Ég gerði það ekki, nei! Jú, Patti! En ég aukist þá hvarf hún allt í hennu algjörlega, hún bara gufaði upp. Sko. Já, Bangsapabbi, svo sagði Mikki refur að afi minn væri ruggulit allur. Jæja, segjum nú að gert sé gert, sagt það sem sagt var og borðað það sem borðað var, en svo segjum við það upp frá þessu, eiga öll dýrin í skóginum að vera vinir og ekki vera að éta hvert annan. Já, en hvað eigum við þá að éta? Nú, þú getur bara að borða gras og grænmeti eins og við hinn. Gras og grænmeti, ekki vera maður stór og sterkur af því. Jæja, ég bæði stærri og sterkari en þú. Og komdu nú. Þó borða ég mest ber, netur og grænmeti. Að vísu gott að fá kjötmeti stöku sinnum. Já. En það alveg hægt að vera án þess. Nei. Maður verður ekki sterkur af neinu eins og grænmeti. Grænmeti bæði hollt og gott. Og ef ég mætti syngja svo lítið lag, þá myndi ég syngja grænmetisönginn sem hann frændi minn kendi mér einsinni. Og þessi frændi minn borðaði bara ber og grænmeti. Og hann var næstum 100 ára gamall. Já, þennan söng viljum við heyra. Því að við viljum gjarnan verða 100 ára. Þá verður þú nú að syngja
syngja með mér, bánsapappi? Já, það skal ég gera. Og þú líka, bánsadrengur? Heyrðu, ég ætla líka að spila undir, sko. Já, sko. Þeir sem bara borða kjöt og bjúgu alla daga, þeir feitir verð og flóna því og þá svo illt í maga. En gott að borða gulrótina, grófa brauði, steinseljuna, krækiber og kartöflur og kálblöð og þá meti. Að fá allir mettan maga, menn þá verða alla daga eins og lömpin ungi haga, lausi stein og leti. Jæja, núna ætlar hann Marteinn Skógarmús að lesa upp fyrir okkur lög sem að ég og hann viljum að gildi fyrir alla hér í Hálsaskógi. Gjörðu svo vel, Marteinn minn, og byrjaðu nú. Já, takk. Já, góð. Fyrsta grein. Öll dýrin í skóginum... Herra! Gildu bara á það, Marteinn. Já, ég gildi bara á það. Fyrsta grein! Já! Öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Þriðja grein. Mikki refur, hvað ertu að gera? Það er stranglega bannað að grípa fram í. Ha? Já. Er það bannað? Já. Fyrirgefðu, ég bara vissi það ekki. Jó, svona farðu. Fyrirgefðu, Marteinn minn, haltu áfram að lesa. Já. Þriðja grein. Marteinn, ætlaðu ekki að sleppa þessari Nei, það er stranglega... Hvað var ég að segja? Hann má ekki grípa fram í. Þriðja grein. Já. Sá sem er latur og nennir ekki að afla sér matar, má ekki taka mat frá öðrum. Jæja, allir upp með framlöppina þeir sem eru samþykkir þessum merku lögum. Má ég nú sjá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Nú, uglan og broddgölturinn rétta ekki upp löppina. Jú, ég gerði það víst. Nei. Jú, það bara sést svo illa hérna sem. Já, ég sé það nú. Ég get ekki rétt upp aðra löppina, því þá dett ég niður. Já, það er rétt, já. Allt í lagi. Bánsapabbi, ég er sammálar en allir. Já, ég sé það, allt í lagi. Það er á 13 og 14 og 15, það vantar 1. Einn? Mikki refur? Auðvitað. Mikki! Hvar er Mikki? Mikki! Viltu ekki vera svona að koma hérna? Já, hvað? Já, við þurfum aðeins að tala við þig. Já. Það eru allir búin að samþykkja þessi merku lög. Nema þú. Veistu það, bánsapappi, ég get bara því miður ekki samþykkt þessi lög. Nú? Nei, ég er bara búin að týna loppinni, ég er bara ekki með hann á mig. Ég skil ekki, ég vil lagt hana frá mér eitthvað stað. Jæja, þá þú getur svo sem talið mig með. En ég verð að segja það að mér veist þessi lög reynasta bull. Nei! Þetta eru ágæt lög og þar með eru þau samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. En, svo verða allir að gæta þess að hlýða lögunum. Já, og sjá til þess að aðrir gerir slíkt til sama. Jæja, þá er fundinum lokið. Takk fyrir komuna. Heyri, eigum við sett ekki að syngja þessa skemmtilegu grænmetisvísu einu sinni enn, svona áður við förum. Og fannst þú svona skemmtileg? Já, það er svo ótrúlega skemmtileg. Ef við syngjum bara einu sinni enn, verðum við þá 200 ára. Þeir sem bara borða kjöt og bjúgur alla daga, þeir feitir verð og flóna því og fá svo illt í maga. En gott að borða gulrótina, grófa brauði, steinseljuna, krækiber og kartöflur og kálblöð og þá meti. Þá fá allir mettan maga, menn þá verða alla daga eins og lömpin ungi haga, lausi stein og leti. Sá er fávið fisk og kjöt, hann frændur sína étur og maginn sýkist, molnar tönn og meltan ekki getur. En gott er að borða gulrótina, grófa brauði, steinseljuna, krækiber og kartöflur og kálblöð og tómata. Hann verður sæll og viðmótsdrjúgur, vinamargur, heilladrjúgur og fær heilar hvítar tennur eins og má einn lata. Komið sæl, Jæja, nú eru 2 dagar síðan við heldum fundin okkar og nú er málunum dálítið öðruvísi háttað hér í skóginum. Já, seg, uglan borðar bara krækiber og Mikki refur.
Hann allur annar, hann reynir á öllum mætti að vera góður refur og það nú víst ekkert auðvelt mál. En þarna kemur Mikki, svo allir geta heyrt og séð hvernig honum líður. Já, góður og blessaðan daginn, Mikki minn. Nei, þetta ekki Lilli kartöflumús. Mikki, hvernig líður þér í dag? Illa, ég er svangur og ég veit ekki hvernig ég útvega með mat. Af hverju ferði ekki bara í heimsókn? Það er alltaf svo skemmtilegt. Lilli minn, ég kann ekkert að fara í heimsókn. Kanntu ekki? Á ég ekki bara að kenna þér að fara í heimsókn? Jú. Jú, sko, Mikki minn, fáðu nú sæti bara. Já, gerð svo vel. Sko, þú byrja bara á því að berja að dyrum hjá íkornafjölskyldunni til dæmis. Finnst þú nú vel með? Próðu. Já. Já, þau voru víst að fá sér bjöllu. Nú, já, heyrðu, þá er opnað fyrir þér og þá segir þú. Á, það er bara ég, Mikki refur. Mér datt í hug að líta við, ég átti hér leið hjá og sjá hvernig þið hefðu það. Þá segir íkornapappinn. Nei, góðan og blessaðan daginn. Gaman að sjá þig, vinur minn, gaman að sjá þig. Heyrðu, vinur, má ekki bara bjóða þér að líta í bæinn? Jú, komdu bara og kíktu í bæinn. Já, hvað er? Endilega, fáðu nú sæti kallinn og svo getum við spjallað þetta saman. Þá segir íkornafrúin. Nei, hæ, hvað sem þú sagt að koma? Krúllett af þér. Hörðu, má ekki fá eitt koss hjá þér sæti? Jú, ég get svo sem smelt á þig einum. Já. Við minn, almatur. Herðu, má ekki kannski bjóða þér einhverja hressingu? Ég þakka þér kærlega fyrir. Já, flott, og þá kemur hún með fulla skál af netum og þá er þetta afskaplega góður og skemmtilegur dagur. Lilli, mér finnst bara netur ekkert góðar. Mikki, þá ferðu bara til elgsins á eftir og hann á gulrættu og salatblöð og selleri og blómkál, nýjutekna kartöflur, rófur, grænkál, blómkál, síðan á hann alls konar ber, brómber, krækjuber, rifsber, nei, gerðu nú eins og ég ráða þetta Mikki minn og eftir bless og gangið þið vel. Gulrætur, blómkál, þetta getur alltaf talist matur. Ég finn lykt af svínslæri, ilmandi reykt svínslæri. Mér finnst lyktin koma frá skemmunni við bæinn þarna. Það væri nú ekki amalegt að næla sér í eitt læri. Það stóð ekkert það í lögunum að það væri bannað. Nei, einmitt, ég geri það. Nei, gras og garðakál, ei girnist heilbrigð sál, að öðlast slægð og afl af því alveg vorlaust mál. En betri angan ber, nú blær að vitu mér, ég kannast við sviðina svíni og sósan og fleski það matur er. Á svínasteik ég sortnum augum mæni, ég sveita bílið niður í ástnum ræni. Nú líf ég líkast blæ af lágum moldarbæ og einn og tveir og þrír og þá ég þráðan bita fæ. Á. En svo heppni að dyrnar voru ekki læstar og hundkvikindi var hvergi nálægt. Hér nóg af ýmsu góðgæti, bjúgu, svínslæri og alls konar kjötmeti. Það var ekki amalegt að næla sér í eitt svínslæri. Ég geri það. Mest skal það hanga hátt uppi. Já, þau hanga mjög hátt. Hver var að tala? Það var bara ég. Hvað er þú að gera hér? Nú, ég á heima hérna. Heima hérna? Já.
Nú, hvers konar mús ert þú eiginlega? Ég er húsamús. Ég á bróður og systur en þau búa í eldhúsinu vegna þess að þau borða bara ost en mér þykir kjöt svo gott. Á ég að syngja fyrir þig? Nei, ekki gera það. Þá gæti ykkur heyrt til okkar. Jó, nei. Fólkið er allt saman farið inn til þess að borða og það tók hundinn með sér svo að það heyrir enginn til mín. Nú, jæja, syngdu þá, en ekki of hátt. Ég samdi það sjálf. Ég er heldri húsamús, hefi allt sem þarf tilbús, magál, mæð og bringu kalla, bústinn, kropp og spergla holla. Fæ mér bita og bita í senn, bragðgott er það viti menn, uni við það alla daga, enda hef ég góðan maga. Vá, þetta var ágætisvísa hjá þér. Miklu skemmtir en þessar grænmetisvísur sem allir er að syngja eins og þarna kort er að borða gulrótina. Já, ég er alveg sammálaður, óttalegt bull. Þú, litla mús, mig langar til að spyrja þig að dálitlu. Hvernig ferðu að því að mæla þér í kjötbita þegar hann hangir svona hátt? Ég klifra bara upp þarna í horninu og lappa svo eftir bitanum og fæ mér í svanginn. Einmitt. Já, það er óskaplega auðvelt. Auðvitað, já. Þarna upp eftir bitanum. Auðvitað, já. Klifrar upp þarna. Áskaplega klaufi getur það verið. Þetta er mjög auðvelt. Maður klifrar bara upp. Það getur vel verið að það sé auðvelt fyrir þig. Þú ert lítil mús. En það er ekki auðvelt fyrir stóran og sterkan ref eins og mig. Finnst þér líka gott reykt svínslæri? Já, ég er að streitast við að vera góður refur allan daginn. Já, verður maður svangur af því? Já, refir verða það. En þú, litla mús, þú gætir ef þú vill hjálpa mér. Þá skal ég einhvern tímann seinna hjálpa þér ef út í vandastödd. Hérna er nafnspjaldið mitt. Mikki. Refur. Hvað á ég að gera? Þú átt bara að klifra upp hann í horninu og naga í sundur reipið sem stóra lærið hangir í og þá dettur hann niður og ég tekja á móti því. Já. Það er að taka heilt læri! Já, mér veitir sko ekkert af því! Ég skal þá gera. Það var það allra stærsta sem þú hafðir augast að, var það ekki? Allra stærsta? Ég skal alltaf muna þér. Þetta var Vá! Já. Og svo. Já, þetta er nú ekki svona þungt. Og svo hleypur hann burt með allt saman og þakkar ekki einu sinni fyrir sig. Sveiatan, svona gengur það. En þarna koma maðurinn og konan frá bænum, þá er eins gott að fela sig. Kíkja á þetta þá. Hoppið þá. Lífið ykkur. Svo. Þegiðu hundur. Þegiðu, segir ég. Hvað er þetta? Ég heyrðist í einhvern umgang hérna, eins og eitthvað dytti niður. Heldurðu það hafi ekki bara verið skellir í hurðinni? Nei, það voru ekki skellir í hurðinni. Nei. Ég heyrði líka einhver önnur hljóð.
Hvað? Víst hefur einhver komist hingað inn. Sérðu? Hvað ég sjá, kona? Hér hafa þjófar verið á ferð og stólið einu svínslæðinu. Sérðu ekki að stærsta lærið er horfið? Satt segirðu, kona góð. Sjáðu þarna. Þetta eru spor í hveitinu eftir ref. Það hefur þá verið refurinn sem stal frá okkur svínslæðinu. Já, refir eru að verða refir. Já, en það skal ekki vera þola lengur. Því nú fer ég á refaveiðar. Þá kem ég með þér. Já, allt í lagi, gjörðu svo vel, komu svo. Þræða mold á mjúkri tá, mjög áríðandi. Ef við skildum skolla sjá, skulum læðast hægt á tá. Það áríðandi, okkar starf vandi. Refa veiðar við, varúð áríðandi. Kannski sérðu kvikindið, karl minn ekki færan gríð. Það áríðandi, okkar starf vandi. Með það rétt hvað reppi reynist áríðandi. Kannski líka hann sé hér. Hann kannski rétt hjá þér. Gátt áríðandi, okkar starf vandi. Jæja, kona. Við skulum þá leita að reppanum. Gerum það. Veistu þarna? Já, ég kem. Komdu. Ég kem. Okkur ekki meira því ég vil fara heim. Ætlar að fara strax heim, Bangsi litli? Já, því ég svo svangur. Þú ert ekki að fara heim þú sért svangur. Viltu hnetur? Eigið þið hnetur? Við getum sótt hnetur handa þér. Býtu sóttar upp í trén? Það eru fullt af hnetum upp í trjánum. Já, þakka ykkur fyrir, þá vil ég mjög gjarnan fá hnetur. En þá verður þú að sitja alveg kyrr hérna hjá trénu og bíða á meðan. Þú mátt ekki fara neitt til þú getur vilst. En við komum rétt strax aftur og þá skulum við gefa þér fullt af hnetum. Já, þakka ykkur fyrir. Þetta er ég! Þetta er ég! Já, fyrirgefðu, ég sé það núna, já. Við verðum að fara varlega. Já. Sérðu nokkuð? Nei. En núna? Sérðu nokkuð núna? Já, það var eitthvað sem hreyfðist með trénu. Kannski þessi refurinn. Nei, vænur minn, það er Bjarnar ungi. Sjáðu bara hvað hann er sætur. Við skulum ná honum, kona góð. Þetta vorum við svo sannarlega heppin. Ég hef aldrei á ævinni séð svona sætan lítinn Bangsa. Nú förum við með hann í Fjölningahúsið og fáum fyrir hann fullt af peningum. Nei, heldurðu það? Já, áreiðanlega 1000 krónur. Já. Svona. Nú færðu fullt af hnetum, Bangsi litli. Og nú verður þú ekki svangur lengur. Ég með báða vasana fulla. En hvar er Bangsi litli? Hann situr þarna hjá trénu. Nei, hann situr ekki hjá trénu. En hann satt þarna. Já, og nú hlýtur að sjá að hann situr ekki núna. Bangsi litli, hvar ertu? Hvar er Bangsi litli? Hann er ekki hérna, Bangsi litli. Bangsi litli, komdu nú. Bangsi litli, komdu. Við erum með hnetur handa þér.
Ekkert svar. Bangsi litli horfinn. Og við lofuðum að gæta hans vel. Hann gæti að fyrir heim. Ég leipi Bangsi til að gáða því. Bangsi litli! Bangsi! Hann hefur kannski falið sig í runnanum þarna. Nei, hann heldur ekki þar. Bangsi litli! Bangsi! Eitthvað hlýtur að hafa rænt honum. Þegar ég var upp í trénu, heyrðist mér hann stynja svo undarlega. Ég held að hann væri að stynja svona þegar hann er svo svangur. Æ, en hann finnst nú aldrei framar. Hann var ekki heima á sér. Nei! Hvað hefur orðið að litla bangsakútnum mínu? Hann hlýtur að vera hérna einhver staðar. Við hljótum að finna hann. Hann sat hjá trénu og meðan við fórum upp í trén til að sækja hnetur handa honum. Æ, en að við skildum fara frá honum svona öll í einu. Já, en hann var svo svangur. Við verðum bara öll að fara að leita á honum. Einhverjir fara í þessa átt til að leita, en aðrir fara í þessa átt til að leita. Ég fer sjálfur í þessa átt og svo hittustu öll hérna innan skams. Af stað! Bangsi! 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 Nei, góðan dag, Bangsamamma! Ég held að bara þú, Marteinn Skógamus. Líka ég! Já, ég sé það, Villi Klíma. Heyrðu, hvers vegna eru svona margir á ferli hérna í skóginum í dag? Því að Bangsi litli týndur. Er Bangsi litli týndur? Hefur þú ekki séð hann? Nei, ég hef ekki séð hann í dag. Ég hef heldur ekki séð hann. Æ, hvað getur hafa orðið að litla bangsakútnum? Ég veit það ekki. Hann er alveg horfinn. Ég fór til Hérastubbs, en hann hafði heldur ekki séð hann. Hann ætlaði að loka búðinni sinni og hjálpa okkur að leita. Við fórum til Stóra-Elsis, en hann hafði ekki séð hann í marga daga. Ég held að hún leita. Já, gott. Þarna kemur Bangsapabbi aftur. Æ, Bangsapabbi, hefur þú heldur ekki fundið hann? Nei, hann finnst bara hvergi nokkuð staðar. Þetta er orðið ískyggilegt. Já, það er sannarlega leiðinlegt að Bangsi litli skuli vera týndur. Því að hann er bæði mjög góður og skemmtilegur. Nei, miklu meira en Já. Heyrið þið? Já. Hvar er Mikki refur? Ég hef ekki séð hann í dag. Ég hef ekki séð Mikka í 2 daga. Ég hitti Mikka ref í morgun. Hittir? Og þá sagðist hann vera mjög svangur. Hittir þú Mikka ref í morgun? Já, það er alveg satt. Þetta er grunnsamlegt. Já, mjög grunnsamlegt. Mjög grunnsamlegt. Já, mjög. Förum heim til Mikka. Já. Bangsi, ég skal sjá þetta. Farðu varlega, Lilli. Já. Mér sýnist að vera mjög sattur. Og sjáu þið stóra kjötbein við hliðina á honum. Hann hefur verið að naga það. Mikki refur, hvar er Bangsi litli? Hver? Bangsi litli, hann er ekki hér. Hvað varst að borða? Það var enginn hérna úr þessum skógi. Ekki það, Nei. Þið sýnust einmitt vera sattur. Já, ég var að naga reykt svínslæri. Hvar fékkstu það? Ég tók það ekki hérna, ég sótti það heim á bæinn. Heim á bæinn? Já, það er alveg satt. Það stóð ekkert það í lögunum að það væri bannað. Var það? Nei, alveg hárrétt. Ég skal segja þér það, Mikki refur, að hann Bangsi litli týndur og þess vegna erum við svo áhyggjufull. Hvað ertu að segja? Er Bangsi litli týndur? Já, sko, það er helst að frétta að Bangsi litli er týndur og við erum mjög... Við verðum þá að fara að leita, þetta láta við gera það. Ég veit það ekki. Við verðum þá að fara að leita á honum. Það höfum við þegar gert. Hann finnst hvergi nokkuð staðar. Nú, þá verðum við að setjast niður. Já. Hugsa málið og reyna að komast að ykkur niður. Já, en það höfum við líka gert. Nei! Ég held að til þess þurfi ref. Segið mér, hvar sáu þið Bangsa litla síðast? Bangsi litli sat hjá trénu og beið Já. og við fórum til að sækja hnetur handa honum upp í trén. Svo þau kom niður aftur, þá var hann horfinn. Já, og síðan hefur bara enginn séð hann. Sýniðu mér hvar hann sat síðast. Já.
Hérna var það. Og hérna satt Bangsi litli. Já, hérna, sko. Já. Hérna satt blessaður drengurinn og Lilli! Hvað? Þú ert að skemma sönnuna, kallinn. Já, voðalegt þetta. Það ekki vinnufriður. Auðvitað, já, datt mér ekki í hug. Já! Vá. Mikki. Já. Mikki, hvers verður þú vísari? Ég finn lykt af tveimur. Manni og konu. Þau hafa tekið Bangsa litla. Hvar er þetta fólk núna? Ég er að reyna að komast að því. Þau hafa farið þessa leið. Og heim að bænum. Ó nei! Bangsa litla hefur verið rænt! Æ, hvað eigum við að gera? Við verðum að finna ráð. Já! Í fyrsta lagi, þá býðið þið hér. Já! Í öðru lagi, þá hleypi ég heim að bænum og reyna að finna Bangsa litla. Já! Og í þriðja lagi, bless á meðan. Bless! Mikki er bæði hugrakkur, snjall og góður. Já, refurinn hefur tekið miklum stakkaskiptum. Já, bara finni Bangsa litla. Já! Heyrðu þetta? Þetta er grimmi varðhundurinn á bænum. Ó nei, bara ná ekki Mikka. Já, það væri sannlega sorglegt, því að nú er hann orðinn svo góður. Þarna kemur hann. Þarna kemur hann. Mikki, fannstu Bangsa litla? Já, ég held ég hafi fundið hann. Já. Ég held við hafi lokað hann inn í skemmunni. Við bæinn, já. Mér fannst ég finna lykt á honum það. En ég komst ekki inn. Því dyrnar voru læstar. Og fyrir utan dyrnar var stór, grimmur varðhundur. Það var næstu því búinn að ná mér, en ég rétt slapp. Það var gott að hann náði þér ekki, Mikki. Já, það var óbáslega gott. Því þessi varðhundur er lífshættulegur. Mikki, við verðum að bjarga Bangsa litla. Já, ég veit það. Mér dettur ráð í hug. Hvað? Blessaðu, segðu okkur frá því. Já. Ég sting upp þegar við læðumst heim á bænum. Já. Þar býður hundurinn. Hann er lífshættulegur. Já. En það er ekki víst að hann sjá okkur. Nei. Nú? Nei, já, því við erum svo litlir. Þess vegna getur vel verið að við komumst fram hjá honum á þess að hann sjá okkur. Marteinn. Já. Þetta er ágætt ráð. Já, það ekki. Svo bara komumst við einhvern veginn inn í skemmuna. Því við þurfum ekki stórt gat. Og leitum að Bangsa litla þar. Já, þetta gerum við. En ef hundurinn sér ykkur og étur ykkur báða. Auðvitað verða alltaf einhver afföll í svona ferðum. Hvað er þetta? Já, við verðum bara að bjarga Bangsa. Ertu tilbúin, Marteinn? Dúttilíjan dæ, hæ, bæ. Já, bless. Þeir eru sannarlega hugrakir, drengir. Já, þeir. Já. Ég hvergi Bangsa, þú er. Ég ætla bara að segja hvergi. Drengur, þú átt að þegja. Eru þið búin að finna þau? Lilli og Marteinn, þeir fóru heim að bænum til að reyna að finna Bangsa litla. En þú mátt ekki tala svona hátt. Þá getur hundurinn heyrt til þín og þá fyrir allt út þúfur. Ég get vel það. Þarna koma þeir. Marteinn, funduð þið Bangsa litla? Við fundum hann. Já, þeir funda hann. Okkur tókst að læðast fram hjá hundinum á þess að segja okkur. En skemmudyrnar þær voru lokaðar, þannig að við tróðum okkur inn undir skemmugólfið. Þar hittum við pínu
litla húsamús. Já, hvað þið að gera hér? Spurði húsamúsin. Já, við erum að leita bánsa, sagði ég, að hann minni en stóri bánsar, af því hann bara bánsadrengur, sagði ég, sko. Já, þá veit ég hvað hann sagði húsamúsin. Fylgiði mér. Og svo sýndu hann okkur pínulítið gat í gólfinu og í gegnum það komast við Marteinn inn í skemmuna. Já. Hvar inni satt Bangsi litli. Hjartans bánsadrengurinn okkar. Já, en hann var ósköp dapur í bragði. Já, ég manst ekki hvað ég en þá sagði Marteinn, hafðu engar áhyggjur, Bangsi minn, við skulum bjarga þér, vertu alveg rólegur, sagði Marteinn. Já, en þá sagði sko húsamúsin, sko, að hún hefði heyrt að maðurinn og konan á bænum sem reyndu Bangsa, að þau sögðu... Sögðu hvað? Að þau ætluðu að selja hann í fjölleikahús. Bangsa litla? Í fjölleikahús? Já. Nei, ekki fjölleikahús. Jú, víst. Þið sjáu það að við verðum að bjarga honum núna strax. Já, það verðum við að gera. Já, en það verður engin hægðarleikur. Því ekki. Og vegna þess að Bangsi litli, hann svo stór. Hann kemst ekki út úr skemmunni nema út skemmudyrnar. Þær eru sko lokaðar með krók. Og þar fyrir utan stendur hundurinn Grimmi, hann Habakúk. Og það verður engin hægðarleikur að komast fram hjá honum með Bangsa. Þetta verður erfitt. Já, þetta verður mjög erfitt. Heyrið þið? Já. Ég held að ég viti hvernig við að fara að þessu. Mikki. Já. Ef þú getur bjargað Bangsa litla, þá skal þú ávallt vera besti vinur minn. Hvað minn, þú ert ekki að vænt þig. Aðalatriðið að ná hundinum burt. Já. Og það skal ég gera. Já, gott. Lilli Kljúmus, getur þú lyft kengnum af hurðinni? Sjá nú til. Eitt fyrir og... Já, það get ég vel ef hundurinn farinn. Ágætt. Já. Þá málið reist. Það? Nú höfum við þetta þannig. Já. Nú hleyp ég heima bænum. En kem á honum hinum megin. Þegar þangað kemur, sest ég niður. Og ýlfra eins hátt og ég get. Á! Og það heyrir hundurinn og þýtur á eftir mig niður brekkuna. Leið. Og það gerist. Lilli og Marteinn. Þjótið þið á stað, inn í skemmuna og burt með Bangsa litla. Burt með Bangsa? Já, þetta getum við vel. Þetta ágætt ráð. Þakka þér kærlega fyrir, Mikki. Mikki! Dúttilían, bæ! Bless! Nú verðum við að læðast, þá list hér margur kann. Það framtak fyrir liggur að frelsa Bangsi mann. Þau Bangsa burtu námu frá bæ án dóms og laga og segjast ætla að selja hann í sirkus næstu daga. Í hús þau leittan hafa og hespu fyrir smelt og hund þau hafa á verði með háslegt urr og gelt. En nú Rebbi reyna að rugla vörðin graman. Við sigrum hundinn Habakúk ef höldum allir saman. Já, Rebbi mun nú reyna eitt ráð sem ég tel best. Hann gengur niður í gilið og gólar það sem mest. Og Habakúk mun hlaupa á hljóðið drengir snjallir á meðan Bangsa björgum við og burtu þjótum allir. Jæja, Marteinn, nú finnst mér að Mikki ætti að fara að ýlfra. Á! Já, þetta var ekki nógu hátt. Aftur! Á! Ó nei, hvað er að gerast? Mikki orðinn raddlaus og hundurinn heyrir ekki neitt. Jæja, Marteinn, við verðum að hjálpa Mikka. 1, 2 og... Já, þetta gekk eins og í sögu. Nú látum við til skara skríða. Sástu hvernig Habakúk þaut af stað? Já, heyrður ekki ýlfrið neðan úr brekkunni? Þá hefur það verið refurinn. Habakúk kominn á sporið. Við skulum fara á eftir hann.
Jæja, þar fóru þau líka. Þeim sér einmitt mjög vel. Marteinn, nú björgum við Bangsa. Halló, Bangsa. Halló. Halló, húsamús. Hann þarna. Já. En það lás. Já, og það hanga lyklar þarna á veggnum. Jæja, elsku vinur. Nú voru þetta bara þið. Já, þetta voru bara við. Bless. Bless. Takk fyrir hjálpina, húsamús. Bless. Hvar geta þeir verið? Þarna koma þeir með hann. Elsku hjartans Bangsakúturinn minn. Bangsamamma er svo fein að vera frjáls. Og mamma svo glöð að sjá þig. Tókstu okkur þetta ekki vel? Jú, þið stóðu ykkur sannarlega svo hetjur. Þú ert svo sannarlega hugrakkur, Marteinn Skógarmús. Já, og þú líka, Lilli Klifurmús. Já, og saman skulu þið tveir ávallt vera okkar bestu vinir. Já, svo sannarlega. Þetta fór allt samkvæmt áætlun. Já, þetta fór allt vel að lokum. Já, svona þetta þegar við stöndum öll saman. Hefði ekki refurinn og uglan og þú og ég og bara allir hjálpast að, þá hefði við aldrei getað bjarga Bangsa litla á þennan hátt. Einmitt, og þess vegna langar mig sérstaklega til að þakka honum Mikka fyrir hans þátt í þessu. Veitu, hvað nú Mikki? Hann var nú hérna bara rétt áðan. Hvað Mikki? Mikki ekki komin aftur. Er Mikki ekki komin aftur? Hann ennþá á flótta undan hundin. Nei, bara Habakúk hafi ekki náð honum. Húrra! Hann kominn! Hann kemur hann! Ég hef aldrei komist í hann krappari. Hundkvikindið er búin að hundelta mig landið þvert og endilangt í allan dag. En loksins tókst mér að leika á hann. Þarna niður frá við gamla greninni. Já, ég fór inn í það hérna megin, en skaust út í hinum megin. En það sá hann ekki. Og situr ennþá geltandi við á hamast á bjöllunar. Ding-dang-dang-dang, Mikki, kom nú út, Mikki! Mikki! Já. Ó, Mikki! Þú ert! Já, það ertu, besti vinur minn. Nú legg ég til að við höldum veislu. Þetta fór allt saman svona vel og við erum öll svo góðir vinir. Þá finnst mér nú að við ættum að halda upp á amman hans Bangsapappa í leiðinni. Já, hann verður með 50 ára þessa mundi. Já, það verður sannarlega skemmtilegt. Já. En heyrðu Bangsapappi, eigum ekki líka bjóða litlu húsamúsinni í veisluna? Já, við skulum endilega bjóða húsamúsinni því þetta er, ágætis mús. Húsamúsin á að koma. Já, byrju, eigum við ekki líka að syngja afmælisvísatölu Bangsapappa af því að þær eiga svo vel við og þá er líka allir að taka undir af því að það er svo gaman! Í skógi veisla gerðsal góð með gleði, söng og þreyt í Bangsi okkar afmælin og áum þetta leit kunnur haru hærum ráp verður 50 ár í ár að lengi lifi hann sem vistir allar kann og dagur reis með glátan glíð og kvadr og lóð og fresti og velkomna hann Bangsi bauð að brosi síðan gest Bangsi kann God dag! Höldum Bangsadag í dag að lengi lifi hann sem vistir allar kann
þykir eflaust ætt, græki berja sultan sætt. Lengi, lengi lífi hann sem vistir allar kann. Frá músunum í Merkurbæ bæst mikinn sleikjupinni. Sjá hann mun gott að duggast við í hýði sínu inni. Sofna við að sjúga hann, gamla heiðu sleppan kann. Lengi, lengi lífi hann sem vistir allar kann. Þá gamall helgur höfuð hittar og með öldum steini. Og frutt var ræða finna snjörn fyrir fræga skógar síni. Góði Bangsi kappinn knár, þú ert 50 ár í ár. Lengi, lengi lífi hann sem vistir allar kann. Og ræðan klapp og húrra hlaut sem rósan keisar stokki. Og reppið þerri þakkar tár í þögn með loðnu skokki. Húrra, landsins besti björn, skógar búa, skjól og vörn. Það er svo sonnast. Lengi, lengi lífi hann sem vistir allar kann. Þá hér hann sett með blænum bast. Heyr Bangsinn gamli hrítur, öll skógardýrin skildu að hver skemmtan enda hlýtur. Bangsi sætt og sofa skallt, þakkir fyrir allt og allt. Lengi, lengi